Ef þú vilt vita hvort Incogni eða Delete Me sé betri kostur til að vernda persónuupplýsingar þínar á netinu, þá ertu komin á réttan stað. Í þessu myndbandi mun ég bera saman bæði friðhelgisþjónusturnar og hjálpa þér að ákveða hver þeirra hentar þér best. Leið þú eftir að íhuga skáti, finnur þú tengla á sértilboð í lýsingu hér að neðan. Við skulum byrja. Incogni og Delete Me fjarlægja bæði persónuupplýsingar þínar úr gagnamiðlunargagnagrunnum sem selja eða deila gögnum þínum með auglýsendum, rustpóstsendregendum eða jafnvel svindlumönnum. Incogni er rekið af sama fyrirtæki og stendur að Surfshark VPN sem þýðir að það hefur sterka sértækingu á friðhelgi og netöryggi. Það sendir sjálfkrafa afhendibeinir til 20.000 gagnamiðlunaraðila og fylgist með þeim yfir tíma til að tryggja að gögn þín hverfi ekki aftur. Delete Me virka að svipaðan hátt en tekur aðeins meira handvirkt skref, mannlegu sérfræðingar í persónuvernd sjá að hætta við og senda ítarlegar ársfjórðungsskýrslur sem sýna hvaða vefsíður hafa fjarlægt gögnin. Svo, meðan báðar þjónustur ná sama markmiði, einbeitir Incogni sér meira að sjálfvirkni og þægindum, meðan Delete Me leggur áherslu á persónulega handvirka nálgun. Næst umfjöllun og svæði. Incogni styður nú notendur í Bandaríkjunum, Bretlandi, Kanada og Evrópusambandinu. Og listinn vex. Delete Me að fjarlægja mig er aðalega í Bandaríkjunum, þar sem það nær yfir 100 gagnaumboða. Svo, ef þú ert staðsettur í Bandaríkjunum, hefur Delete Me aðeins víðtækara staðbundið yfirráð. Hins vegar er Incogni skýr sigurvegari fyrir alþjóðlega notendur, þar sem útgáfa Delete Me utan Bandaríkjana er mjög takmörkuð. Nú skulum við tala verðlagningu. Incogni býður upp á 2 megin áætlanir, mánaðarlega og árlega áskrift. Mánaðaráætlanin kostar $13 en árlega áætlanin er með stórum afslætti sem lækkar hana niður í aðeins fáar dollara á mánuði. Það er einnig fjölskylduáætlan sem gerir þér kleift að deila vernd með aftur 5 einstaklingur sem gerir hana besta verðmæti ef þú vilt vernda allan heimilisfjölskylduna. Delete Me á hinn bóginn kostar það bil $129 á ári fyrir einn notanda eða $229 fyrir 2. Það er engin mánaðarleg valkostur, svo þú þarft að greiða fyrir heilt ár fyrirfram. Svo þegar kemur að verðlagningu, vinnur Incogni skipt. Það er mun ódýrara, sérstaklega ef þú velur fjölskylduáætlunina og deilir kostnaðinum. Hvað með auðveldleikan í notkun? Incogni er mjög einfalt að setja upp. Eftir skráningu staðfestir þú auðkennið þitt og leyfir kerfinu að sjá útskráningabeiðni sjálfkrafa. Þú getur fylgst með framvindu beint frá mælaborðinu þínu og fengið tilkynningar þegar umboðsmaður staðfestir eyðingu gagna. Delete Me hefur einnig notendavænan stjórnborð og sendir nákvæmar ársstjórnungsskýrslur með skjámyndin til gagnsæis en ferlið tekur lengri tíma vegna þess að mikið af því er unnið handvirkt af teyminu þeirra. Ef þú kýst sjálfvirkni og hraðari útfærslur, Incogni hefur forskot. Ef þú vilt sjálfvirkasta, ódýrasta og alþjóðlega stydda gagnahreinsunarþjónustu, Incogni er betri kostur. En ef þú býrð í Bandaríkjunum og kýst nákvæmar handvirka skýrslur og mannlega staðfesta niðurstöður, gæti Delete Me verið þess virði að borga hærra verð. Þú finnur tengla á báða þjónusturnar í lýsingu og ef þú skráir því í gegnum tengilinn hér að neðan, færðu lægsta mögulega verðið á áætlundinni. Og ef þú fannst þetta myndband gagnlegt, ekki gleyma að láta like og skrá þig til að fá meira efni persónuvernd og öryggi. Takk fyrir að horfa.